Komið sæl, í þessu myndbandi ætlum við aðeins að skoða hvernig við framkvæmum verkefni 2. Verkefni 2 snýst annars vegar að læra parametriska hönnun og hins vegar að nota tölvustýrð verkfæri til þess að skera út. Annars vegar vínilskeri og hins vegar geislaskeri. Þannig að við ætlum að fara í gegnum Fusion eða önnur sambærileg forrit til þess að nota í hönnun, Inkscape og vektorgrafík og hins vegar ætlum við að skoða svona fundamental atriði þegar kemur að skurði. Þannig að við bara vindum okkur beint yfir í lýsingaverkefnunum að einstaklingshluti, þetta er í rauninni einstaklingsverkefni með svona smá hópavinnu ívafi. Til að byrja með að nota vínilskeran til þess að skera eitthvað tiltölulega lítið, 100 sinnum 50 cm skurðarflötur er raunar frekar stórt, þannig að ég efast að flest ykkar sé að fara að nota svona stóran skurðarflöt, en þetta er í rauninni bara búið til lítinn límmiða sem þið getur notað til þess að líma á fartölvuna ykkar eða búið til einhverja merkingar eða gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er frekar einfalt verkefni í framkvæmd og hins vegar er það hanna parametrískt, gernelt, íslenskt orðið við pressfit er gernegling, módel. Og við erum að tala um módel sem að hefur, það þarf að vera skalanlegt með parametríum á mismunandi máta og þið þurfið sérstaklega að hafa í huga efnisþykkt. Þið hann er kannski byggt á 3 mm efni en þið viljið auðvitað geta nota parametríurnar eitthvað til þess að skala upp efnisþykktina af því að oft er maður að velja 3 mm absolutt, það er ekkit endilegt að efniviðurinn þó hann sé gefin upp fyrir að vera 3 mm hann sé nákvæmlega 3 mm. Stundum er hann kannski 3,1 mm eða 2,9 mm eitthvað svoleiðis og til þess að við fáum gott pressfit þá þarf munurinn á milli að vera innan við 0,01 mm í tolerance. Þannig að við þurfum að vera með mjög lágan tolerance til þess að fá alvöru pressfit módel sem að þýðir að þið þurfum að nota parametriurnar til þess að geta skalað upp verkefni og gert pröfur sem er svona einhverju leyti partur af þessu verkefni. Síðan viljum við líka geta nota parametriurnar til þess að geta breytt einhverjum ákveðnum features eða elementum í verkefninu sem þið eruð að vinna. Og það einfaldasta dæmið er að þið eruð með kassa og það er eitt kennsluvídeó í þessum áfanga þar sem að þið getið búið til einfaldan kassa þar sem þið getið í rauninni forritað efnið, hversu marga fingur þið eruð með, hversu breiður kassin er, djúpur hann er, hár hann er og svo framvegis. Allt byggt bara einfallega á einföldum formúlum sem þið stillið í forritinu. Þannig að það er svona æfingin snýst í rauninu út á það að nota forritið til þess að vinna með þær parametriur sem að þið þurfið að geta unni með áður en þið í rauninni byrjuð, sem að þið ákveðið áður en þið byrjuð að hanna. Þið megið nota hvaða hugbúnað sem viljið. Ég mæli með ákveðnum hugbúnaði en ef þið eruð vön eða viljið prófa eitthvað nýtt og þá hvet ég ykkur til þess. En ef þið viljið fá aðstoð frá mér, þá mæli ég með Autodesk Fusion 360. Þið getið fengið aðgang, ég get látið ykkur fá aðgang. Það er til sérstakt svona nemendaleyfi. Það eru 2 leiðir til þess að fá í rauninni aðgang að Fusion sem er ekki bara 30 daga trial version. Það er annars vegar að senda Autodesk beiðni og þá þurfum að vera með nemendakort eða þá að þið látið mig vita og ég með aðgang fyrir alla þá sem að vilja. Fyrir fulla einhvern þarf hönnunin að innihalda minnstakosti 3 mismunandi gerðir af gerneldum festipunktum. Ein gerð er pressfit og ég fer aðeins í myndbandinu sem að ég setti inn ætti að vera fleiri tegundir sem þið getið stuðst við. Þannig að já, það er ekki nóg að vera bara með eina einfalda finger joint fyrir fulla einhvern, þó að það vissulega geti dugað. Svona hugmyndir að efni sem að ættu að vera til, það er spurning hvort að það sé til akkurat hjá mér
sem sagt, þegar þið horfið á þetta myndband og það getur líka verið í takmörkuðu upplægi. En svona hugmyndir að efni sem þið getur valið til að mynda 3 mm birkikrossviður sem í forminu cirka 300 sinnum 500 mm, sem sagt 30 cm sinnum 50 cm og hálfur metri sinnum hálfur metra akríl. Það til eitthvað meira efni eins og pappi, kartonefni, það til 6 mm krossviður, það til 2 mm akríl og það einhverju svona. Ég hef ekki alltaf verið með sama efni á milli ára og stundum eru afgangar frá því á öðrum árum. Þannig að ef þið ekki vissum hvað þið viljið velja þá mæli ég með bara birkikrossvið. En endilega ef þið eru með einhverjar hugmyndir einhverja sérstaka útfærslu að koma og athuga hvaða efni til og jafnvel frátaka það fyrir ykkur. Alveg eins og með verkefni 1. Þá eigið að skrásetja módelið, þannig að verið duglega að taka myndir og punkta hjá ykkur þau atriði sem að þið prófuðuð og jafnvel fóru úrskeiðis og þið þurftuð að endurprófa. Þannig að öll gögn og allar niðurstöður eru eitthvað sem að þið eigið að vera að taka saman eftir því sem þið vinnur verkefnið áfram. Þið eigið að setja öll hönnunarskjöl inn í gagnabanka að eigin vali og hlekkur inn á gagnabankan á að vera inn á verkefnasíðun ykkar og síðan alltaf skilið með bara hlekk sem skilaafurð fyrir inn á Canvas. Hérna er myndskeið frá honum Jóni Þóri sem var að hjálpa mig við þetta námskeið fyrir einhverjum 2 árum síðan og hérna eru 2 vídeó og þá útskýrir hann í rauninni alls konar svona einfaldar aðgerðir í Fusion, hvernig hægt að nota parametri til þess að búa til einfalt svona finger joint og hvernig þetta skilgreina í forritinu Fusion öll þau atriði sem að koma fram og eflaust eru fleiri vídeó til þegar að þið horfið á þetta því ég stefna því að taka upp fleiri. En hérna er ákveðnir resursar sem þið getur notast við og hérna er svo fleiri upplýsingar það. Vissulega er þetta bara kassi og það er náttúrulega í rauninni einfaldasta formið sem þið getur búið til. Ég hvet ykkur til þess að hugsa aðeins lengra út fyrir kassan og búa til eitthvað meira heldur en bara einfalt ferhyrnt form. Og það er alveg aukastig ef þið búið til form sem er meira nýmóðins heldur en bara kassi eða eru með 4 horn og svo framvegis. Og sérstaklega ef þið eru með einhver svona meira lífræn form er ég mjög hrifinn af. Þau eru erfiðari en það er skemmtilega að horfa á þau. Gagnabankar sem þið getið sett skjölun ykkur inn á, klassíst er náttúrulega Thingiverse, Thangs.com og Makerworld. Það eru til urmull af gagnabönkum sem þið getið sett inn á. Ef þetta er eitthvað sem þið viljið ekki deila með umheiminum þá getið þið líka sett skjölin ykkar inn á GitHub og í einhverjum tilfellum þá eru skjölin nægilega lítil fyrir það. En hérna er síða þar sem þið getið bæði fengið innblástur og bæði fullt af 3D-prentuðum hlutum og geislaskurðum hlutum. Ég ætla svo sem ekki að fara mjög djúpt ofan í það í þessu vídeói, ég gerir það síðar en hérna getið þið sett inn hönnunarskjölin ykkar. Fusion getið þið sótt hingað, Inkscape getið þið sótt hingað, Illustrator virkar líka en það er Adobe pakkin ef þið eru með hann. Inkscape er alveg eins gott en það eru aðrir önnur forrit sem þið getur notað líka. Fleiri vídeó sem er meira svona eitthvað ítarefni sem ég tók saman einhvern tímann. Það getur vel verið að þetta sé einhverju leyti úrelt og ég mun koma til með að taka saman betri vídeó þegar framleiða stundir. En hérna er dæmi myndskeið sem þið getur hort á sem eru rauninni miklu ítarlegra efni en það sem Jón Þór bjóð til og setti inn hjá sér. En í þessu myndbandi, og þetta er mjög gott myndband sem að kennir í rauninni
undirstöðu atriðin á svona parametrísku hönnun. Sko, parametrísk hönnun, þetta er í rauninni bara parametric eða parametrar, þar sem að þið í rauninni búið til gildi, eins og hann gerir hérna í þessu forriti, að þá í staðinn fyrir að þið segið að hæðin hérna sé svo og svo löng, að þá skýriði hæðinni bara hérna breidd, eða dýptin bara breidd, og hérna lengdin bara lengd, og thickness bara thickness, og síðan getið þið breytt þessum gildum eftir á, og í rauninni forritið á að geta skilið hvaða aðrir parametrar breytast eftir því sem að uppruna gildin hérna taka einhverjum breytingum þegar líður á. Og þetta getur verið mjög góð æfing. Þegar þið eruð að hanna, og þið eruð að hanna alveg frá byrjun, og sér í lagi ef þið hafið aldrei notað svona hönnunarforrit áður, að ég hvet ykkur til þess að vera alls ekki feimin við að byrja alveg upp á nýtt. Ef eitthvað kemur fyrir, þar að segja þið eruð alveg að vera búin, en það er eitthvað skrítið í gangi, að þá er ekkert að því að bara byrja upp á nýtt, af því að þið eruð 3 sinnum fljótari að því, og það er alltaf líklegra að þið þið getið breytt hlutunum meira downstream. Oft þegar ég er að hanna eitthvað í Fusion, að stundum bara byrja á því að skissa eitthvað upp, af því ég veit ekki alveg hvar vil ég hafa festibúntana mína, hvernig vil ég hafa formið og hvernig vil ég hafa þetta allt saman, og þegar maður er búinn að extrúta og kötta og búið til fillet hér og þar, að þá getur formið verið orðið dálítið skrítið alveg þegar maður er búinn. Þannig að það getur verið sniðugt að bara byrja upp á nýtt, skissa það alveg hreinlega frá grunni, og síðan í rauninni nýta það, því að það verður svona noise í þessu öllu. Allavega, hérna er leið til þess að nota parametra, hérna er leið til þess að hvernig maður kompenserar fyrir kerfið. Það er hægt að gera það á tvennan máta, og til að útskýra það ef það er ekki alveg á hreinu. Þegar þið eruð að geislaskera, segjum þennan hérna hlut, við getum fengið einhverstaðar hérna hliðarmynd á hann. Þegar þið eruð að geislaskera, og hann fer eftir þessum hérna línum, að forritið sem að geislaskerin er að keyra á, hann lætur í rauninni geislan sjálfan, hann ferðast bara á miðri línunni. Og geislinn hefur ákveðna þykkt sem þið þurfið að komast að, það er partur af verkefninu. Geislinn hefur ákveðna þykkt, og þannig að hann brennir smá efni í burtu. Ef þið eru með fingur sem þið eru að setja saman, og í forritinu segið þið að það er engin að fingurnir séu mjög bara þéttir upp í hvorn annan, að þá þurfið að offsetta línuna sem að nemur breiddinni á í rauninni radíus geislans. Þannig að þið þurfið ef hérna er lína og hérna er geislan að ferðast á, að þið þurfið að offsetta geislan sem að nemur radíus geislans, þannig að geislinn sé að ferðast utan með línunni. Og þá fáið þið í rauninni réttar stærðir. Þannig að hérna er forrit sem að útskýra það betur. Það eru 2 leiðir til þess að nota, að offsetta með kerf. Annars vegar er svokallað manufacturing leið. Hérna er hægt að setja það beint inn í parametrana. Í mæli, flestir nemendur hafa verið að nota þessa hérna leið, og hún er held ég auðveldari fyrir byrjendur, en þessi hérna er ekkert síðri. Og hérna er svo önnur 3. leiðin sem er að offsetta hlutina. Þannig að þið getið valið um þessa hérna 3. Síðan þurfum við að fletja út hlutin ykkar. Þið eru búin að tekna upp í 3D, og þá þurfum við að fletja hann út á plani, þannig að hægt sé að skera hann eins og þið sjáu hérna á milli. Hérna er vídeo sem að útskýri það. Síðan þurfum við að exporta DXF-fæla út úr Fusion yfir í Inkscape. Hérna er vídeo sem útskýrir það, og útskýrir í rauninni mismunandi form og mismunandi leiðir sem að Fusion getur exportað, og hvernig þessi forrit tala saman sín á milli.
og þetta forrit að kemur stundum fyrir þegar fólk stundum sem sagt DXF file extensionið vektorformat en það ekki eins gott eins og nútíma format. DXF fælinn svona legacy fæll sem einhvern veginn bara óvart inn í öllum forritum og pínu dominerandi, þannig að mörg forrit eru farin að exporta sem SVG en stundum maður að díla við DXF fæla og þeir eru pínu junky í Inkscape og hérna leið til þess að hérna vinna með það. Skipulag aðgengið efni. Nei, matskverðin, já. Sko, hérna matskverði og hann kann að lúkka dálítið stór en ég verið lengi að leita að leið til þess að hérna, staðla hvernig ég fer yfir efnið þannig að það sé skýrt fyrir nemendum hvað gott og hvað mætti bæta. En eins líka að nemendur skilji, að þið skiljið bara vel hvað svona lagt upp með að þið lærið og hverju þið skiljið af okkur í þessu verkefni. Fyrst og fremst það skipulag og aðgengið efni. Ég vil geta fundið allt efni auðveldlega og greiðlega það sé skipulega inn á einni sér vefsíðu þannig að sem sagt vefsíðurnar ykkar eigi ekki að vera sko verkefni 1 og síðan skruna maður niður og finna verkefni 2 heldur eigi að vera 2 aðskildar vefsíður sem eru hlekkir inn af forsíðun ykkar. Það bara ákveðið svona skipulagsatriði. Ég vil geta fundið öll hönnunarskjölin ykkar. Ég vil að þið séu með aðgengi að Fusion-skjölunum ykkar og vektorskjölunum ykkar með tenglum inn á vefsíðin ykkar og ég vil að það sé nokkuð skýrt að vefsíðin skipulögð og efnið aðgengilegt. Parametrisk hönnun. Fyrir fullaengun þá þurfum við að geta sýnt þannig að það leiki engin vafi á því fyrir mér að allt verkefnið parametrist. Það þýðir ekki að ég vil að allir parametrar séu til staðar, heldur einfaldlega að þeir parametrar, að það séu parametrar og það séu rökstutt hvernig þeir séu notaðir og það séu sýnt fram á það að þeir virki innan þeirra marka sem að þið segið mér að þeir eigi að virka. Við erum ekki í sumum hlutföllum, sumur skali meikar bara ekkert sens. Segjum svo að þið erum með kassa og hann á að vera með 20 cm innanmál. Ef þið ætlið svo að breyta veggþykktinni og þið erum með hæð og þið erum með breidd og þið erum búin að merkja þetta allt saman, parametrarnir þýða ekki það að þið getið endilega skalað veggþykktin upp í 30 cm. Af því að þá myndi bara formið fara í klessu. Við erum að tala að þið eru búin að ákveða veggþykkt og veggþykktin á að vera einhvert hlutfall sem svo af kassanum að þá þurfum við bara að útskýra að veggþykktin er hugsuð svona, hérna eru parametrarnir og þegar ég skala upp veggþykktina innan þessara ákveðina marka og þá skalast hönnunin innan þeirra marka sem að ég hef ákveðið. Og þið þurfum bara að útskýra þetta inn á vefsíðin ykkar fyrir fullaengun. Þið þurfum að sýna mér fram á að þið notuðu vélarnar og þið gerðu prófanir. Þið eru með eitthvað form sem þið ætla að skera út. Og þið eru með pressfit og þið þurfum að sýna fram á það að þið eru búin að prófa kerfið og þið eru búin að ákvarða þykktin á geislanum fyrir það efni sem þið eruð að nota. Geislinn þó að geislinn hafi ákveðin fasta að þá bregst efni mismunandi við því hvernig geislinn lendir á því. Þannig að kerf compensation getur verið mismunandi hvort þið eru að nota crossfit eða plexigler eða pappa eða eitthvað annað. Efni getur brugðist öðruvísi við þannig að þið þurfum að gera prófanir í því efni sem að þið ætlið á endanum að nota og þið þurfum líka að ganga skugga að eins og crossfitur að því þetta lífrænt efni þá getur verið mismunur úr einum enda í annan hversu þykkt efnið er. Það getur verið 2,9 mm í einum endanum og 3,1 mm í öðrum endanum
Þannig að þið þurfið alltaf að pæla í þessu þegar þið eruð að skera út. Þannig að þið fáið þetta góða pressfit í verkefnið ykkar. Og til þess að fá góða niðurstöðu, þá eigið að gera prófanir. Og það þýðir að í rauninni þið gerið verkefnið, áður en þið skerið út heildarverkefnið, að þá gerið einhverja litla prófanir á einhverjum, að því að verkefni snýst að búa til festipunkta og skoða tóleransa, þó að þið fáið út einhver hlut að auki. Þannig að þið eigið að prófa þessa snertipunkta, þessa festipunkta, bara búið til lítinn afmarkaðan kubb, ferhyrning með litlu gati í, sem að þið stingið einhverju öðru inn í og gáið hvernig það hegðar sér. Er mikill tólérans á milli eða svo framvegis. Skortnar einingar og samsetningar möguleikar. Hérna er bara, þetta er í rauninni bara hugsun hvernig þið hönnuðu samsetningarnar. Voru viðeigandi festingar, er þeir fjölhæfir, í sumum tilfellum er hægt að setja hlutin saman á mismunandi máta, eins og púsl eða eitthvað þannig. Þannig að segið mér í rauninni bara í þokkalegu máli hvernig þið hugsuðuð festimöguleikana, hvernig, var pinni sem átt að fara hérna og festa þetta þannig, eða voru þetta bara pressfit, eða það er til alls konar leiðir til þess að festa saman hluti. Þið eigið að vínisgera eitthvað og þetta er bara frekar einfalt, bara vínisgerið eitthvað. Segið mér hvaða áskorunni þið lentuð í, voru einhverju festipunktar sem voru ekki hegða sér, var efnið ekki nægilega, mikill tólérans á þyktinni eða eitthvað annað. Bara segið mér frá því í máli og myndum inn á vefsíðan ykkar. Sýnum mér hvernig framkvæmduðu verkefni, hvert er vinnuframlagið ykkar til verkefnisins og svona útlistið því. Á árum áður og þið sjáðu örugglega á öðrum vefsíðum að nemendur settu inn tíma hversu mikið tíma er sett í verkefnin. Það er ekki eins mikil krafa í núna, þannig að þið þurfið ekki að segja mér hversu mikið tíma þið settið í ákveðinu part af verkefninu, en það þarf að endurspeglast í rauninni í verkefninu sem skilir mér að þið settu viðeigandi tíma í viðeigandi verkefni eða verkþætti. Segja mér hvað þið funduð heimildir, hlekki og hlekkiði það, nafngreiniði hvaðan þið funduð innblásturinn, fóruð á Pinterest til þess að því að vissið ekki hvað þið vildu gera, fóruð á Etsy, fóruð einhvert annað sem að, hvar funduðu það sem þið voruð að leita. Frumleiki, fyrir bara einfaldan kassa, það er kannski ekki mjög frumlegt, fyrir eitthvað annað að það getur verið svona skemmtilegra, meira nýmáðins, aðeins öðruvísi. Þannig að settuðu virkilega mikinn metnað í það sem þið voruð að gera. Og sjálfstæð rannsókn og þróun, aftur. Eins og ég hef svona eitthvað komið áður að lítil incremental skref þar sem þið eru með einhverja hugmynd að einhverjum festipunkt, eða þið eru með einhverja hugmyndum eitthvað annað, ég skal sýna ykkur nemendaverkefni áðan sem að svona gefa þetta í skinn. Hvernig fóruð þið frá því, hver var grófa hugmyndin og hvernig unnuðu ykkur að því að vera með þessu loka niðurstöðuna að verkefninu. Það er þessi punktur. Og hérna er svona ákveðin kvarði á því hvernig ég hugsa einhverna bilið raunar. Nú, hérna eru dæmi vefsíður. Hérna er verkefni frá henni Guðrún Karítas. Hún var 2022 og 2021 segi ég, og hún bjó til það er annað sem væri mjög gott að hafa sem dæmi, mynd af loka afurðinni fyrst. Segjum mig frá því strax í byrjun hvað þið bjugguð til, og síðan er ágætt að fara í undirbúning
og hvernig þið framkvæmdu verkefnið. En það er ekki mínus fyrir að gera það ekki, en það er skemmtilega. Hún bjó til bakka sem að hægt að nota sem skurðarplata. Það er hægt að skera ávexti eða grænmeti á þessu og síðan er hægt að sópa lífræna úrgangnum bara beint í svona tunnu. Bara einfalt og nothæft. En hún útskýrir hérna hvernig hún notaði alla parametrana, hvernig hún festi þá saman og hvað hún gerði og prófaði þessu svo áfram í þessu. Síðan er hún Íris, hún bjó til svona ljósakrónu og hérna er mynd af hvaðan hún fékk innblástur. Hún sýndi fram á hvernig hún undirbjóða, hvernig hún hannaði það, hugsaði það, setti það saman, flatti það út, undirbjóða fyrir geislaskurð og loka afurðina. Bara mjög skemmtilegt og þannig að sé frumlegt verkefni. Og gerði svo einfalda stjörnu hérna í vínlisskurðinn. Birkir Erlendsson var 2023 og hann vildi búa til rauðvínsflöskuhaldara og hann var búinn að svona búa til eitthvað svona smá í pappa bara til þess að prófa og sjá þetta aðeins fyrir sér og endaði svo á því að fara í gegnum allt ferlið og hérna er svo mynd af lokaafurðinni og síðan bjó hann til mink í vínlisskurðinum, sett hann á tölvuna og það var mjög skemmtilegt. Hérna er útskýring hvernig kerfprófunin gekk fyrir sig og síðan er hérna hann Arnór Daði Rafnsson sem að vildi búa til límið af sér í gólfi og það gekk svona upp svona ljómandi vel og hann vildi búa til möppu fyrir nóturnar sínar og hann eyddi mjög miklum tíma í að hanna og passa að allir hlutirnir pössuðu rétt saman með því að gera svona prufur. Þannig að hann geislaskar út svona litla pröfu með þeim festipunktum sem hann hafði hugsað sér sem að er dominarandi þáttur í gegnum allt verkefnið og eyddi miklum tíma í að passa upp á að kerfið væri alveg 100% þannig að allt væri vel samsett og boxið myndi ekki detti sundur og þyrfti ekki að líma neitt saman. Þannig að hérna eru dæmi verkefni frá fyrri árum. Þá held ég að ég sé búinn að útskýra verkefnið. Þannig að ég sé bara gangi ykkur vel. Já, gangi ykkur vel og ykkur er velkomin að spyrja mig spurninga annarkvort í tíma eða setja spurningu undir myndbandið. Þannig að já.